Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Það fjölbreyttur þáttur framundan, þar sem við meðal annars skálum í splunkunýjum Suðurnesja bjór. Við förum niður í fjöru og kynnum okkur íslenska matþörunga og nýja bók þá. Loks hittum við 50 Suðurnesjamenn sem fá ekki að fagna á ljósanótt í ár. En við byrjum á því að finna 2 Suðurnesja konur í fjöru. Ja, við erum komið hérna niður í fjöru inn í Njarðvík og erum að velta fyrir okkur þessari skemmtilegu bók, Íslenskir matþörungar, og ég sem leikmaður veit ekkert hvað við erum að fara að spyrja núna. Silja, þú verður að upplýsa okkur. Já, þessi bók, hún satt hugsuð fyrir bara fólk eins og þig, Palli, þannig að þú komist nú niður í fjöru og getur svona tíntið til matar. Hugmyndin að þessari bók varð í raun til, að maður segja eldhúsinu heima. Já. Þegar við Eydís hittumst í kaffispjalli, þá hafði ég nýlega séð þátt á 60 Minutes svona þörungaræktun og kræklingaeldi og fleira. Fannst þetta spennandi og pantaði mér bók eftir þáttin af Amazon, ameríska bók matreiðslu á þörungum. Og ég var að segja Eydísi frá þessu og ætlaði að fara að þýða þessa bók, mér finnst það svo merkilegt. Og Eydís segir, Silja, þú ert ekki að fara að þýða þessa bók. Þú veist, ég með efni, ég veit helling um þörunga, ég búin að vera skrásetið þetta í mörg ár. Við skrifum bara bók saman. Og þannig byrjaði þetta og svo vatt þetta upp á sig og við fengum frábæran matreiðslumeistara Hinrik Karl með okkur í þetta verkefni sem og svo bent okkur á Karl Pettersson, æðislegan matarljósmyndara og mataráhugamann. Þannig að já, þetta í raun upphafið. En Eydís, hvað getur sagt okkur þörunga? Þeir eru allt land og við sjáum þetta alltaf niður í fjöru en við vitum ekki mjög mikið þetta. Hvað getur sagt okkur? Þörungar eru basically ofurfæða. Þetta ein næringaríkasta lífvera sem við getum fundið. Þeir vaksa bara hérna í fjörunni, það voðalega lítið notað af þeim sem mjög sorglegt. Sögulega séð þá eigum við í rauninni bara líf okkar að þakka þörungum á ofboðslega margan hátt. Þeir bæði voru fyrstu lífverurnar á jörðinni sem byrjuðu að framleiða súrefni. Þannig allt sem við sjáum hérna, allt líf á jörðinni þeim að þakka. Þeir gefa okkur líka það byrja 90% af því súrefni sem við öndum að okkur. Og líka bara sem Íslendingar að nytjar á þörungum voru gríðarlega mikilvægar fyrir okkur. Þetta var eina C-vitamin uppsprettan okkar yfir veturinn, sölin, og ef við hefðum ekki kunnað að nota þetta þá hefðum við bara verið með beinkrömm, hreinlega. En kannski ég má bæta hans við þetta, þetta góð spurning varðandi, þetta bara fyrir sérvitringa og einhverjum svona fræðinga eins og Eydísi og Hinrik Karl að vita hvað á tína og hvernig á matreiða. En þessi bók sem við vorum að skrifa saman einmitt fyrir almenning, fyrir fólk eins og mig og þig, til þess að við getum farið niður í fjöru, vita hvernig við undirbúa okkur, vita hvað góðir matþörungar. Það ekki allir kannski eins bragðgóðir. Nú og svo hvert við ættum að fara til þess að finna þessa þörunga, hvernig við að hreinsa þá, hvernig við að verka þá, og svo erum við með fullt af frábærum uppskriftum eftir Hinrik í bókinni. Hvað hægt að búa til úr þessu mat? Í huganum eru ekkert allar fjörur eitthvað svakalega hreinar, þannig að maður spyr sig, er þetta eitrað eða er þetta í lagi? Engir þörungar sem vaxa við Ísland eru eitraðir, þannig að við megum borða þá alla. Þeir eru, kannski misgóðir eins og Silja sagði áðan, en þetta ekki eins og með sveppina, við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því. Svo bara að nota almenna skynsemi. Ekki tína kannski nálagt höfnum eða nálagt útrásum eða annað, en flestar fjörur, þar sem að þú sér það hreint, þá getur bara gert ráð fyrir það sé hreint og þá máttu fara og tína. Þetta ofurfæða, segirðu, en við ekki núna í síðustu árin Íslendingar ekkert búin að vera mjög duglegir að nota þetta. Það? Við höfum alltaf notað sölina. Þú getur keypt söl í nánast öllum stærri búðum. En aðra þörunga höfum við ekki verið duglega að nota. En síðustu ár þá hafa kokkar
matreiðslumeistarar á svona sérstaklega fínni veitingastöðum verið að opna augun gagnvart þessu. Á mörgum veitingastöðum núna getur þú fundið bæði sölin, sjávartruflu, alla þarana, bara mikið af tegundum sem svona verið að læða í matinn hjá okkur á þessum flottu veitingastöðum. Og það kannski líka, við erum ofta að borða þetta á þess að kannski fatta það eins og Eydís segir, til dæmis allt þetta sushi og þessi japanski matur sem svo vinsæll hér, að þetta náttúrulega þari, það sem Noregi sem vafið utan sushi-rúlurnar. Þetta sama tegund og vex hér bara við Ísland og heitir purpurahimna. Og wakame, já, þetta purpurahimna, þetta Noregi okkar, sushi-rúlurnar okkar. Svo náttúrulega erum við með tegundir eins og sem kallast wakame salat, þetta skærgræna með sesamfræjunum. Hvað heitir það nú aftur? Það marínkjarni. Það marínkjarni sem vex út allt líka og auðvelt að verka og eiga bara heima. Við erum að flytja þetta inn í massavís. Það vex bara fólk veit ekki af því. En hvað eru með leiðbeiningar í bókinni fyrir meðaljóna eins og mig og fleiri sem myndu vilja fara og gera eitthvað? Já, það akkurat. Bæði erum við með slóð í bókinni á kort sem Eydís hefur hannað og sett inn á matarauður.is. Hvað slóðir? /þörungakort. Já, /þörungakort. Þannig að þú gætir faktist, kannski flett fyrst í gegnum bókina, valir ykkur uppskrift, ákveði hvaða þörungu ætla nú að reyna að finna. Það fer svolítið eftir sjávarföllunum hversu langt þú þarft að fara í fjörunni. Svo kemur hún í fjöru og þú ert ekkert viss búin að gleyma þessu alveg hvernig hann leit út og ert ekki óöruggur. Það ferðu bara í símaðinn, ferð inn á kortið, þar sérðu nákvæmlega upplýsingar þörunginn, útlitið og hvar hann vex í fjörunni og það ætti hjálpaður svo færir ekki heim matalaus þann daginn allavega. Og í bókinni það eru upplýsingar það hvar þörungarnir vaxa í fjörunni, þeir vaxa í rauninni lagskipt, þannig að efst eru tegundirnar sem að þola mesta þurrkinn og neðst eru tegundirnar sem vilja vera nánast bara undir sjó allan tíman og svo bara raðast þær eftir því hvar þær vilja vera. Þannig að það eru leiðbeiningar þar hvar þær vaxa. Það er líka leiðbeiningar það hvernig þú átt að lesa flóðatöflur með tilliti til þess hvar þú finnur hverja tegund. Og svo eru líka, það eru 8 kort í bókinni sem sýna dreifingu þessara matþörunga Ísland. Þannig að ef þú ert fyrir austan þá veistu hvaða tegundir þú getur fundið þar og eins og þú ert hérna. Og það nóg á hér á Suðurnesjum? Suðurnes eru bara þörunga mekka. Matarkistan. Æðislegt. Það suðvesturhornið, Reykjanesið og Breiðafjörðurinn, þessi svæði eru með næstum því helming af öllum fjörusvæðum í rauninni á landinu. Þannig að það hvergi sem að þú finnur jafn mikið af þörungum og jafn margar tegundir. Silja, ert þú að gera svona rétti? Þetta mjög erfið spurning, Páll. Nei, ég hef ekki gert það. Ég fengi kræklinga og alls konar svona skrítin mat heim hjá Eydísi. Við búum nú bara nánast hlið við hlið, Þannig að ég ekki orðin svona þróuð, en ég þarf náttúrulega að fara að prófa mig áfram. Ég verð að gera það. En þú? Ég búin að vera laumis í matinn hjá fjölskyldunni árum saman. Ég efast við fattið einu sinni lengur. En ég búin að vera að pröfa mig áfram síðan 2011. Þannig að það er ýmislegt furðulegt í matnum hjá mér stundum. En þetta einfalt? Þetta einfaldara en þú trúir. Og fólk, það einhvern veginn treystir sér ekki í svona nýtt hráefni. Maður þarf bara smá svona basic kunnáttu til þess að kunna að bæta þessu út í matinn. Og bókin, hún uppskriftirnar ekki settar þannig upp að þörungurinn sé kannski aðal maturinn, þetta meira nota til að bæta við. Þörungurinn, hann það hollur, þú vilt kannski ekki borða of mikið af honum, allt gott í hófi líka sem hollt, en hann frábær bara sem add-on í matinn, líka bara upp á að leika sér með mismunandi brauð og annað. Þannig að þetta ekki bara spurning hollustu, þetta líka spurning bara hreinlega bragð. Og í þörungunum, sérstaklega brúnþörungunum, mjög mikið magn af glútamötum sem rauninni bara náttúrulegt MSG. Þannig að það virkar sem bragðaukandi á viss bragð. Og þetta í rauninni bragð sem við leitum eftir í ýmsum matartegundum án þess að gera okkur grein fyrir því. Eins og í bara ofboðslega mörgum. Bara kalla umami 5. bragðið. Þetta savour þetta kalla ensku, þetta ríkt bragð, þetta æðislegt sem fyllingi mitt í alls konar rétti, súpur og bara allt mögulegt. Ég til dæmis smakkaði lambalæri á Hinriki þar sem maður vafði inn í þara
held að vera hrossafari. Það var beltisþari, já. Og ég spurði, hvað krydd settirðu? Hann sagði bara, þessu bara í þarann. Ég sagði, þetta var geggjað. Það kom svo mikið af svona söltum og svona þessu djúpa bragði einhvern veginn inn í kjötið. Það var rosalega gott. Sjávartröfflan eða þangskeggið. Já. Það er allskyns tröfflu á Íslandi mjög vinsælt. Já, það er sem sagt þetta hérna. Þetta er klóðþang og á klóðþanginu þá vex þessi rauðþörungur sem er skeggþang en kokkarnir kalla sjávartröfflu. Þessi loðunni sem sagt. Já, og bara pínu lítið svona gefur alveg svakalega ríkt bragð. Þetta er bara svona bragð sprengja. Ég manaði til að smakka. Já. Bara þegar ég á eftir. En það er kannski það sem ég sá óttablikið í augunum, sko, það eru margir svolítið hræddir við þörunga. Já, einmitt það var. Já, þú veist, þú er ekki að smakka þetta, það eru ógeðsleg lykt og svona, og fólk er að tengja þennan mat sem við erum að kynna í þessari bók við, sko, úldna þörunga sem eru efst í fjörunni, sem eru bara að rotna. Við erum ekki að tala um það. Þetta er eins og að fara að bjóða upp á roti kjöt eða úldinn fisk. Þetta er svona sambærilegt. Þannig að við erum að tala um bara ferskan mat. En eins og það er að fara niður í fjöruna á sjávarföllunum til þess að fá þetta kemur undan sjónum. Ekki þetta komið búið að reka upp í fjör og liggja í marga vikur. Þannig að þetta er allt í lagi. Þetta er mjög gott. Hvernig gekk svo að vinna bókina? Þetta er nú ansi vegleg bók hjá okkur. Þetta er næstu því komið 3 ár núna í vinnslu. Og næstu því 300 blaðsíður. Næstu því 300 blaðsíður. Við erum búin að læra margt. Næsta bók mun ganga betur. En þetta var óbúslega skemmtilegt ferli. Það náttúrulega bara að fá að kynnast Hinrik og Kalla og vinna þetta með þeim. Það er bara ótrúlega skemmtilegt og svona hefur allavega opnað fyrir mig bara aðra vitt bara í mat. Það er líka svo gaman að búa til eitthvað, fá okkur svona hugmynd og sjá hana verða veruleika. Það er saman hvort það sé bók eða eitthvað annað. Þetta er svo gefandi að bara skilja eitthvað eftir sig. En þessi bók, hún er náttúrulega lykillinn að því ef að fólk vill fara að spreyta sig, er það ekki? Jú, ég meina þetta er fyrsta bók sinna tegundar á Íslandi. Það var reyndar eins og ég nefndi hérna áðan komið út svona kannski sambærilega bækur, ekki eins vegna þess að þetta er svona blanda í rauninni af matvörslubók og svona sögulegum fróðleik líka, bæði þú veist hvernig við hér á Íslandi nýttum þörungana áður og annar staðar í heiminum. Svo förum við aðeins inn á svona góð ráð hvernig er þetta að nota þörunga fyrir húð og hár og í svona margt fleira. Þetta er svona alfræðirit fyrir almenning lífveruna þörunga. Við förum líka inn á umhverfisþættina, hvað þörungar gera fyrir okkur sem lífverur, eins og Eydís fór yfir áðan varðandi súrefnisframleiðslu og fleira. Þannig að þessi bók er fyrir áhuga fólk náttúrulega matargerð, eins líka fyrir fólk bara með áhuga á útiveru, svona sjálfbærni, umhverfismálum. Þetta kemur inn á svo margt og náttúrulega heilsu og fegurð. Það er svo fallegur að þörungunum, eins og þið sjáið. Já, við sjáum það. Þannig að þið eru brattar eftir þetta allt saman. Við erum það. Já. Og við höfum fengið gríðarlega góða móttöku núna. Og bara yndislegt að sjá bara hvað fólk hefur mikinn áhuga á þessu og að læra meira. Alltaf blunda pínluti í mér að verða barþjónn eða afgreiða bjór og núna er kannski draumurinn að verða að veruleika því fyrsta bjórgerðin hefur verið stofnuð á Suðurnesjum, litla brugghúsið. Það er í garðinum í Suðurnesjabæ. Skál fyrir því og við kíkjum inn. Hvert er upphafið að litla brugghúsinu? Hvar fæddist þessi hugmynd? Já, það hafi ekki verið 2016 þegar konan sendi okkur á korpssuðunámskeið og þá var ekki aftur snúið. Svo hittum við Kristín í byrjun árs þegar við vorum að skoða búnað til að gera brugghús og þá runnum við saman í það og hann neitaði að bíða lengur með að starta brugghúsi. Við vorum konur með búnað sem vorum búin að vera að sanka að okkur og byrjaði að undirbúa og þá drifum við þetta af stað svona í miðju COVID-i. Er það ekki svolítið sérstakt?
Jú, þetta ekkert besti tíminn til að byrja á þessu, en við vildum bara ekki bíða lengur. Þetta búið að vera í rauninni í þessi 4 ár í fæðingu? Sko, kannski ekki hjá mér, hjá þeim tveim. Ég hef bara verið að dunda mér í þessu heima í einhver ár og svo Þeir vissu að því? Nei, við erum ekkert búin að þekkjast í 4 ár, sko. Við erum bara búin að þekkjast í, 1 ár núna. Kynntist á bjórhátíð í fyrra. En það bara leið ég vissi að þeir var í þessu pælingu, þá bara, heyrðu, ég ætla að vera með. Markus, var ekkert mál að taka hann inn? Það var lítið mál. Smöll passaði bara. Þið allir hérna úr garðinum? Já. Eða tengdir garðinu? Já. En hvað þetta mikið mál? Þetta voðalega skemmtileg hugmynd yfir bjórglasi eða eitthvað að fara að stofna litla bjórverksmiðju eða bjórgerð kannski réttar orðið, en þetta nú eitthvað meira mál en það? Já, töluvert. Þetta alltaf gaman að skipuleggja og plana og eins og framkvæmdin alltaf miklu erfiðari. En þetta heppnaðist ágætlega og gengur vonandi bara allt saman upp. Ég er forvitin að vita, þið eru búin að sýna okkur 5 gerðir. Hvernig velum á svona uppskriftir, ef við köllum þetta uppskriftir eða bjórgerðina? Já, þetta er svona bara hvað langar að búa þetta núna og hvað maður setur í þetta og svo bara hvernig stemmingin og svo smakkar maður það og þarf að bæta eða laga eða breyta einhverju og þannig að þetta svona mismunandi, möguleikarnir endalausir í að fínstilla bjórinn og laga, þannig að þetta er vinna í að finna uppskrift sem maður er ánægður með og svo bara verður maður að reyna og halda áfram og bara ekki gefast upp. Byrjar að googla þetta? Já, það er alltaf fyrsta og svo náttúrulega fengum við upplýsingar og Suðurnámskeiðinu og vorum búin að hitta fleiri líka í svipuðum hugleiðingum og fá ábendingar og þannig að þetta er mikið gaman að grúska í þessu. Þetta þarf að vera svolítið áhugamál, eða ekki? Þetta er ekkert nema áhugamál. Við sjáum ekki fram á það að vera ríkir á þessu. Þetta er bara því við höfum gaman að þessu. Það lítur að kosta eitthvað að starta svona. Þið eru búin að kaupa hús utan bjórgerðina líka? Já, við keyptum þetta hús. Það var svona byrjunin á þessu öllu. Og svo það búnaðurinn og það er bara, þetta telur allt. Ekki ódýrt áhugamál? Nei, þetta er ekki ódýrt áhugamál. Allavega ekki þegar maður farin úr bílskúrnum. Þú varst að dunda við þetta sjálfur eitthvað? Já, ég held að allir sem hafa gert brugghús hafa byrjað á þessu heima á sér. Markus, nöfnin eru mjög svona tengd Suðurnesjanum og garðinum, þannig að þið viljið hafa þetta svona alvöru? Það er svona, viljum hafa einhverja tengingu náttúrulega og vilja vera með svona halda sögunni og þannig að þá var ákveðið að fara svolítið í gamla bækur og finna eitthvað svona sem á við svæðið og getum tengt við bjórana. Eru þið búin að liggja mörg kvöld yfir þessu? Já, ég held að það hefur mestu tími farið í nafnið á brugghúsinu, sko. En það er nöfnin á bjórana, þau eru auðveldari vinslu. Það er líka náttúrulega alltaf margar tegundir og hægt að gera bara nýjan og nýjan. Þannig að Er lítið mál að búa til bjórurinn í dag? Hvað er þið lengi að búa til eina tegund? Hvenær er hún tilbúin frá því að þú byrjar að starta henni? Sko, með þessum tækjum sem við erum með núna, að geta gerjað undir þrýstingi, að þá getur þú sett í gerjun og klára gerjun eftir kannski 2 vikur fyrir eftir hvaða bjór þú ætti að gera og hann getur verið orðinn tilbúinn og karbaður með loftbólunum í. En svo getur verið að þú viljir láta hann kondísjóna svo kallað til þess að fá rétt bragð og láta hann verða almennilegan. Hvað er þetta mikið sem að þið eru að framleiða hverri tegund? Við erum með leyfi til að framleiða 1000 lítra á mánuði núna og við erum ekki komnir yfir það ennþá, en við stefnum á að fara yfir það og það styttist í það vonandi. En við erum með 1000 lítra brættank sem við notum sem gerjunartank líka og þannig að við erum með 500 lítra í honum núna. Erum við að fara að sjá þetta í vínbúðinni? Já, við regnum með þetta svona 2 vikur að við
förum í vínbúðunar, eða sem sagt byrjum að sækja í vínbúðunum og förum að selja á bjorland.is líka og verðum jafnvel komnir inn á bjorland.is áður við náum inn í vínbúðunar. Það fer eftir hvað umsóknarferlið inn í vínbúðuna tefur lengi. Þú segir okkur hvað Bjorland er? Bjorland fyrirtæki sem þannig séð í samkeppni við vínbúðunar og það nýja áfengisfrumvarpið sem búið að tala og að gera svona létta undir með litlum brugghúsum út á landi og að hjálpa til við þannig að ef að koma ferðamenn til landsins og koma inn í brugghús og ánægð með bjór að sé að selja þeim bjór til að fara með heim og leyfa vinum sínum og smakka, segja frá ferðinni. Það þurfa ekki að fara í vínbúðina og þetta svona hluti af þessari baráttu við kerfið eins og það í dag, að mega ekki selja í lokuðum umbúðum út úr húsi þegar fólk komið með vínveitingaleyfi. Nú þetta búið að kosta ykkur einhverjar milljónir, þannig að þið þurfum að fara að selja og borga hobbyið ykkar. Ertu bjartsýnn að það gangi vel? Já, við hefum bara fengið mjög góðar undirtektir. Já, ég hugsa að þetta mun bara ganga vel. Þið eru búin að prófa að setja hérna á veitingahús í Reykjanesbæ, eða ekki? Jú, við vorum með eitt bjór á Pattís, hann reyndar orðinn uppseldur í dag og við erum ekki með meira tilbúið. En eftir 2 vikur þá fær almenningur aftur að smakka. Og ertu bjartsýnn á að þessu verði vel tekið, svona meðal Suðurnesjamenn allavega? Já, hingað til við bara fengið frábæra móttökur, þannig að ég bara ekki nokkrum vafa. Eru þið búin að vera að nota fjölskyldu eða vini til þess að smakka með ykkur? Já, það fengið alltaf ykkur til að fá viðbrögð og þetta náttúrulega stór hlut að því að heyra hvernig öðrum finnst bjórinn, að maður sé ekki bara einn sem ánægður með hann. Við höfum alveg gert svoleiðis bjóra og við höfum verið mjög ánægðir með þá en það falla kannski ekki krammi öðrum. En við reynum alltaf að gera bjóra sem okkur finnst gaman að gera og okkur finnst gaman að drekka. Höfðu þið líka mikinn áhuga á bjóri eins og Kristinn? Áður en við fórum í þetta? Já. Alveg síðan að við fórum einmitt á þetta kortsöðunámskeið þannig að þá var náttúrulega bara búið að vera stúdera og fínisera uppskriftir og ætli það sé ekki milli okkar þriggja, sem kannski í svona 100 uppskriftum eða eitthvað. Svo bara úr að velja. Þeir sem eru 50 ára á árinu eru svona afmælis árgangur á hverri ljósanótt. En nú engin ljósanótt, hvað gerum við þá? Heyrðu, við verum ekki bara heima með fjölskyldunni og látum þetta bara bíða þangað til betri tíma. Við ætlum bara seinka því ára að verða 50, vera 49 ára 1 ári viðbót eins og ein góð sagði í árganginu. Það góð hugmynd. Er það ekki? Mér finnst það. Rúnar, hvað segir þú um það? Við erum bara fólki sem eldust ekki neitt, sko. Já. Búið að fresta þessu. Þetta rosalega skrítið. Og við ætlum að vera svo rosalega flott á því. Við byrjum að undirbúa þetta í október í fyrra. Fengum bara svona copy-paste hvað árgangurinn undan gerði, ætlum að hafa þetta bara ljúft og gera þetta bara eins. Og þannig að, var það í október sem við vorum með allt á hreinu? Svo er þetta bara cancelega upp að þessa mánaðar. Mjög skrítið, sko. Ætluðu þið að gera mikið? Já, við áttum að vera gott partí og hittast og borða saman á föstudeginum og við vorum búin að panta diskotek og svona ýmislegt. Þannig að fjörið átti að vera á föstudaginn, svo ætlum við að hittast og borða saman í hádeginu og svo mæti árgangagönguna eins og lög gera ráð fyrir og fara hérna á hátíðasvæðið og skemmta okkur með öllum, en það býður betri tíma. Vilja, þetta svolítið skrítið. Árgangagangan þetta verið svona einn af föstum liður, ljósanætur, allra hittast, gera mjög mikið. Þetta búið að vera einn stærsta bæjarhátíð landsins og svo bara einhvern veginn skrúa fyrir allt núna. Þetta svolítið skrítnir tímar. Já, þetta eru mjög skrítnir tímar en við náttúrulega bara byggust við þessu. Það er náttúrulega búið að þurfa að fresta svo mörgu en það kemur önnur ljósanótt, ekki spurning. Það er verst með árganginn sem eru á eftir okkur því að við vorum dálítið erfiður árgangur í Keflavík, þessi 70 árgangur og þetta bitnaði svolítið á 71 árganginum og því miður að ef við ætlum að fara að vera næstar, við verðum eiginlega að fá að vera bara til hliðar. Auðmikið þau. Já, auðmikið þau. Og við hefum komið inn með trompi út af því að það sem við vorum að passa okkur á núna, við ætlum að vera með alla sem eru 50 á svæðinu og vorum mikið að passa það líka að bjóða öllum þó þeir hafi ekki verið hér í skóla.
Hann hefði flutt í bæinn eftir það, þannig að þetta var orðið grúppan var orðið 160 manns og við áttum von á vel yfir 100 manns að hittast þarna. Þannig að þetta var mjög skrítið. Þannig að það verður engin hittingur? Ekki núna. Ekki núna á næstunni og það ekki nema eitthvað mikið breytist. Hvað ætlar þú að gera sjálfur? Og þín fjölskylda? Við erum bara ekki búin að plana svo langt sko. Við stöndum í breytingur heima, allir verð ekki heima að rífa parkett. Þannig að ef einhverju árgangum hefur ekkert að gera, með að koma heima að rífa parkett. Þú ert ekki að rífa parkett, Helga? Nei, ég er búið með þann áfanga. Allir við bara hittust ekki fjölskyldan og höfum bara gott grill og maður bara gerir gott úr þessu. En í þinni vinnu, hvernig COVID að fyrirgefi segi, pankast í þér? Já, heyrðu, ég starfa sem hárgreiðslukona og ég þarf að vinna með grímu og mér er það alveg mjög erfitt. Ég finn svona úthaldið minna þegar ég þarf að anda í gegnum þetta allan daginn en maður leggur það á sig. Það er betra en að þurfa að loka eins og við þurftum að gera í mars og apríl, já. Þannig að... Þú ert að vinna í flugstöðinni, hvernig er staðan? Við vitum að hún er ekki góð. Hún er mjög sérstök, það alltaf er mjög rólegt og það er eiginlega þegar maður er búin að vera hann í nokkur ár og labba flugstöðin og transitsvæði þegar mikið er að gera. Þá er þetta svolítið skrítið og það liggur við að maður verður þunglindur að labba flugstöðina. Þegar það er ekkert að gera, þegar maður getur talið bílana á bílastæðinu og þeir eru kannski innan við 10 eins og var í upphafi. Þannig að það er ekki gaman, en vonandi, ég er alveg viss um það, þegar þetta fer af stað, þegar það kemur bara góð á allt, að þá verðum við fljót að koma tilbaka. Við erum alltaf með rosalega sterkan hópina sem er að vinna fyrir sunnan og vonandi komaði bara sem fyrst í vinnu og við getum farið að taka á móti hellinga túristum. Það sýndi sig kannski aðeins í sumar að þegar það var opnað þá voru ferðamennirnir fljótar að koma. Já, menn enda Ísland er virkilega fallegt land og það er ekkert að breytast. Þannig að leið og fólk fyrir að ferðast, þá held ég að koma til okkar. Sammála því? Algjörlega, ekki spurning. Leið við þökkum fyrir áhrifið, viljum við minna á aðra miðla Víkur frétta. Við erum að gefa út blað og höfum gert það í 40 ár og erum byrjuð að prenta á nýjan leik. En við erum líka mjög öflug í stafrænu blaði sem við getið séð í snjalltækjánum ykkar og nýjar fréttir alla daga á Víkurfrétta webnum vaff.is. Við erum að skrifa golffréttir alla daga á kilvingur.is. Þennan þátt og eldri þætti Suðurnesja magasíns getið séð á Víkurfrétta webnum vaff.is og á hringbraut.is. Við þykjum ábendingar gott efni í okkar miðla. En þökkum fyrir að sinni, sjáumst á vikuleiðinni, verið sæl.